Forseti Íslands og kæru ráðstefnugestir, þá fæ ég ásamt Guðna forseta að veita verðlaun sem við byrjuðum á í fyrra, sem eru UT-verðlaun SKÍ fyrir árið 2020. Við erum með 3 flokka núna, eins og ég fyrra, pluss heiðursverðlaunin. Og svo við bara keyrum þetta í gang, væntanlega einhverjum þyrstir, en ég fæ að tefja ykkur aðeins. En það er UT stafræn þjónusta. UT stafræn þjónustaflokkurinn er ætlað lausnum sem skara fram úr og einfalda daglegt líf fólks, vefsíður og rafrænar þjónustur hvers konar fallandi þennan flokk. Þeir sem eru tilnefndir voru RÚV fyrir miðlun tækni og nýsköpun sem dæmi má nefna pistla Guðmundar Jóhannessonar og Stjörnu-Sævars. Efnistökin er ekki bara fjölbreytt, heldur ótrúlega skemmtilega framsett á þann hátt að þau sem ekki hafa haft jafnmikinn áhuga á tækniframförum og finnst tæknin flókin hrífast með og sína áhuga. Þeir tala til fólksins á mannamáli og segja frá öllum þessum flóknu atriðum þannig að flestir skilji og geti áttað sig á hvað sé að gerast, af hverju og hvernig það virkar í sinni einföldustu mynd. RÚV hefur einnig verið framarlega í þáttagerðum tækni svo sem kóðan og fleiri þætti síðustu ára. Metadata fyrir tekjusagan.is myndræn túlkun á mannamáli. Tekjusagan er gagnvirkt tæki stjórnvalda sem gerir almenningi kleift að skoða með aðgengilegum hætti breytingar á lífskjörum einstakra hópa yfir tímabil sem spannar aldarfjórðung. Tekjusögunni er ætlað að aðstoða stjórnvöld við að meta áhrif breytinga á sköttum og bótum á lífskjör einstakra hópa. Hlutverk metadata í verkefninu var að tryggja gagnameðhöndlun og skýra framsetningu til lesenda tekjusögunar ásamt því að útfæra viðmót og stýringar vefsins sem keyrir á þjónustu Microsoft í Azure-skýinu. Kara Connect byltir aðgengi að hjálpa í heilbrigðisgeiranum. Kara er veflaust sem tengir skjólstæðinga og sérfræðinga í mennta, velferðar og heilbrigðisgeiranum. Hugbúnaðurinn gerir skjólstæðingum kleift að þiggja og ólíkum sérfræðingum að veita bestu fáanlegu þjónustu og meðferð sem völ er á, hvar og hvenær sem er í gegnum öruggt fjarfundakerfi. Markmiðið er að bylta aðgengi skjólstæðinga að sérfræðiþjónustu og leið nútímavæða starfsumhverfi sérfræðinga. Og þá er komið að því að tilkynna sigurvegarinn þessum flokki og það er Kara Connect. Og vil ég biðja fulltrúa Kara Connect að koma hér og veita verðlaunum viðtöku. Gott klapp. UT-sproti ársins. UT-sprotin er hugsað fyrir fyrirtæki sem hafa verið starfandi síðastliðin 1 til 6 ár og bjóða lausnir sem vakið af athygli. Tilnefningarnar eru Plugin eða Plokkari.is, samfélagsleg ábyrgð og umhverfið. Plugin er kortlækningakerfi sem plokkarar, útivistafólk og umhverfisina sem hvetur til aukinnar umhverfisvitundar og stuðlar leið að heilsueflandi hreyfingu. Kortið er með einfalt viðmót sem sýnir þau svæði sem búið er að hreinsa og gerir notendum kleift að skipuleggja plokkferðir. Genki Instruments fyrir Halo-hringinn eða Halo-hringinn. Genki Instruments er hönnunardrifið hátæknifyrirtæki sem vinnur að því að gera tækni náttúrulegri. Við ættum ekki að þurfa að breyta hegðun okkar til aðlagast tækjunum í lífi okkar, þvert á móti verðum að finna leið til þess að þau skilji litbrigði mannlegrar tjáningar. Halo, önnur vara Genki Instruments er hringur sem gerir þér kleift að stýra glærum og kynningum á nýjan máta og er ætlað að auka sjálfstraust notanda við kynningar. Hönnun hringsins gerir notendum kleift að stýra glærum á náttúrulegan hátt, hvort sem er með hreyfingum eða með tökkum sem auðvelt er að ná til með þumalfingri. Embla frá miðeind, máltækni og gervigreind knúin að greini. Talar íslensku, Embla svarar spurningum, getur sagt hvað klukkan er, reiknað einföld stærðfræðidæmi og breytt upphæðum á milli gjaldmiðla. Embla getur spáð fyrir veðrið, svala forvitni þinnu fólk sem hefur verið í fréttum og frætt fyrirtæki, stofnanir og fyrirbæri. Á bak við einfalt viðmót Emblu er flókin og margþætt tækni
Fyrirspurnum þínum fyrst breytt í texta með raddgreiningu sem skilar 10 líklegustu setningunum sem þú gætir hafa sagt. Málgreiningavél greini síðan beitt til að finna hver af þessum 10 setningum í lækkandi röð eftir líkindum rétt. Mynduð spurning sem Embla kann að svara. Það beitt jöfnum höndum almennum íslenskum málfræðireglum og sérreglum spurningar á hverju svæðissviði sem kerfið þekkir. Þá það mótað í rétta íslenska setningu þar sem gætt að fallbeygingu og öðrum málfræðilegum eiginleikum. Loks fullmóta svar sent til talgervils sem breytir því í hina óumþýðu röddu Emblu sem velja má hvort karl eða kvenrödd. Og þessi verðlaun fara til Gengi Instruments. Og ég vil beða fulltrúa þeim að koma hér. Glæsilegt, til hamingju. Takk fyrir. Þá komum við fyrirtæki ársins. En fyrirtæki ársins flokkur fyrir fyrirtæki sem hafa unnið sérstaklega gott starf á árinu hafa náð góðum árangri með einum eða öðrum hætti á innlendum sem erlendum vettvangi með upplýsingatækni að leiðarljósi. Tilnefningarnar hér Meniga. Meniga-kerfið hefur farið sigurför með heiminn síðastliðin ár og unnið til fjölda verðlauna og viðurkenninga. Hugbúnaður Meniga hefur verið innleiddur hjá yfir 80 fjármálastofnunum allan heim og hann aðgengilegur yfir 65 miljón manns í 30 löndum. Meðal viðskiptavina Meniga margir stærstu bankar heims. Menon Mice íslenskt nýsköpunar- og tæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hugbúnaðarlausnum fyrir stórfyrirtæki og stofnanir sem reka flókna netinnviði. Undanfarin ár hefur fyrirtækið tekið stakkaskiptum með auknu vöruframboði, fleiri og stærri viðskiptavinum og margföldun á tekjum. Í dag yfir 10% af Fortune 100 fyrirtækjum viðskiptavinum Menon Mice. Vara Menon Mice einstök á alþjóðavísu og byggð á traustum grunni. Hæstiréttur Íslands. Öll vöktun á málun og frestum, dreifing mála og svo framvegis fer fram í upplýsingakerfi þeirra. Á vef Hæstaréttar svokölluð vöktun. Lögmenn og aðrir sem vilja fylgjast með málum eða dagskrá réttarins geta sett viðkomandi mál, eitt eða fleiri í vöktun. Vöktunin felur í sér að tölvupóstar berast á skráð netfang þegar breytingar verða á stöðu mála, til dæmis þegar mál sett á dagskrá, breyting verður á málflutningsdegi, mál tekið á dagskrá eða mál fær uppkvaðningadag. Einu sinni á sólarhring keyrsla vegna vöktunar og póstur sendur. Dagskrárlýsingar einstakra mála einnig hægt að bæta við eða færa inn í dagatöl. Einstakra mála einnig hægt að bæta við, málflytjendum hægt að fletta upp í fellilista inn í dagskrársvæðinu eftir völdum tímabilum. Og þessi verðlaun, þau fara til Meniga. Og vil ég beða fulltrúa þeirra að koma hér upp á svið. Til hamingju með þetta. Ég ætla þá að gefa orðið hér til Guðna T.H. Jóhannessonar forseta sem ætlar að veita hér UT-verðlaunin 2020. Gjörðu svo vel, Guðni. Þakka þér fyrir.
Kæru gestir, gaman að vera með ykkur hérna í dag. En má ég segja, það verður samt ennþá meira gaman síðar í mánuðinum. Ég held að í næsta skipti sem ég komi hingað verði ég í salnum, ekki på sviði, að hlusta á stuðmenn. Með fullri virðingu fyrir ykkur, ágætu upplýsingatækni nördar. Það var gaman að fylgjast með umræðunum áðan og heyra þá hvernig svo margt hefur breyst en hvernig annað óhaggað. Það hefur breyst að það hægt að flytja út hugbúnað án þess að spurt sé með hvaða skipi og í hvaða gámi, sem var virkilega skemmtileg saga, en þetta snýst áfram sköpunarkraft, að virkja þekkingu í þágu samfélagsins alls. Og af því að myndist á stuðmenn, þá festist í huga mér laglína þar sem í einu lagi þeirra sem lýsir vel hvernig hlutunum fleygir fram og hver kynslóð þarf að átta sig á því að hlutirnir voru öðruvísi fyrr á tíð. Þið verðið að trúa okkur, ég segi það satt, stóreflis UFO af himnum ofan datt. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kubb og reynið að útskýra þetta. Við höfðum engan kubb fyrir yngra fólki Íslands í dag. Til hvers þarf maður kubb þegar maður tekur myndir? En við sem eldri erum munum eftir þessu. Og sönnunargagnið var allstrall tertu kubb. Sum sé, þetta var stuttur aðdragandi að því að nú hlotnast mér sá heiður að afhenda heiðursverðlaun fyrir framúrskarandi framlag til upplýsingatækni á Íslandi. Og þessi verðlaun hafa verið veitt árlega frá árinu 2010 og það skýrslutæknifélag Íslands sem stendur að þeim. Og ætli ég hafi ekki þann háttinn á að nefna fyrirtækið og vænti þess að við taki dundrandi lófaklapp, annars erum við í vandræðum, og rekja svo rökstuðning valnefndar fyrir valinu og bið svo að því loknu fulltrúa fyrirtækisins að taka við verðlaununum. Þannig að handhafi þessara verðlauna í ár Marel. Og hvers vegna fær Marel þessi ágætu verðlaun? Hefst nú lesturinn. Marel hefur verið framarlega í tækni frá stofnun. Fá íslensk tæknifyrirtæki eiga sér jafn langa og árangusríka sögu og Marel og framlag fyrirtækisins til þjóðfélagsins alls óumdeilt. Marel í dag í fararbroddi í þróun hátæknibúnaðar sem notaður til vinnslu á kjöti, kjúklingi og fiski, allt frá slátrun til pökkunar. Uppbygging Marel hefur verið einstök og skilað félaginu í fremstu röð á sínu sviði í heiminum. Fyrirtækið hefur nú þróast í alþjóðlegt fyrirtæki með 6.500 starfsmenn og starfsstöðvar í 33 löndum. Það eru góð laun borguð líka hjá Marel, veit ég. Ég ætla ekkert að segja þetta, ég bara mér. Marel hefur allt frá upphafi nýtt upplýsingatækni í þróun sinni og framleiðslu, nýtt gögn til að hámarka afköst og nýtingu sinna viðskiptavina slátrun til pökkunar og unnið náið með matvælaframleiðendum að auknum afköstun, sjálfvirknivæðingu og hámarksnýtingu verðmæta hráefnis. Óhætt að segja að nýsköpun og tækni hafi einkennt Marel frá fyrstu tíð. Fyrirtækið að jafnaði 6% af heildartekjum í nýsköpun árlega, eða sem samsvaraði 74 milljónum evra árið 2018. Þetta hefur skilað sér í öflugri vöruþróun og undanfarin ár hefur Marel verið brautryðjandi í innleiðingu nýrrar tækni í matvælaiðnaði, til dæmis sýndarveruleika, gervigreind og svokölluðu Internet of Things, gagna og rekjanleika lausnum. En þrátt fyrir mikinn vöxt og aukinn umsvif byggir Marel enn á sömu hugmyndafræði og þegar félagið var stofnað af hópi frumkvöðla í Háskóla Íslands fyrir 40 árum. Frumkvöðlarnir vildu auka verðmæti og nýtingu í íslenskum sjávarútvegi og þróuðu til þess fyrstu rafeindavogina
fyrir fiskvinnslu. Frumkvöðlarnir trúðu því að með upplýsingatækni og hugviti væri hægt að minnka sóun og auka nýtingu og nú, 40 árum síðar, starfar félagið ennþá með þessa sýn að leiðarljósi. Og að lokum, Marel starfar á öflugum og mikilvægum vaxtarmarkaði, en samkvæmt alþjóðlegum tölum talið að spurn eftir matvælum muni aukast að minnstakosti 50% á næstu 30 árum með auknum fólksfjölda og þéttbýlisvæðingu. Þörfin til að framleiða matvæli á sjálfbæran og öruggan hátt hefur aldrei verið meiri og telur Marel stór tækifæri framundan til að auka nýtingu enn frekar, draga úr sóun, auka gæði og öryggi matvæla og stuðla að sjálfbærni í matvælavinnslu. Þetta verkefni verður aðeins leyst með tækni og nýsköpun og það stóra verkefni Marel á næstu misserum. Og þá bið ég fulltrúa Marel, Guðbjörgu Heiðu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra, að koma hér upp á svið og taka við þessum verðskulduðu verðlaunum. Gjörðu svo vel. Má ekki bara afhenda ykkur hérna? Já. Mér var ekki uppálagt að segja nokkur orð, en Guðni, þú ert svo frábær, þannig, en mér langaði að segja að Jón Þór hérna og Haukur, þeir eru þessi frumkvöðlar sem þú varst að vísa til í ræðu þinni. Þannig að mér langar að gefa þeim svona eitt aukaklapp, eigið það til handa okkur. Takk fyrir. Herjá, Hansi. Herðu, þá svona formlegri dagskrá næstu því lokið. Eina sem eftir núna afmæliskokteil, það sem heitir 10. utímessan, sem verður hérna í Norðurljósum. Við verðum með einhverja veitingar í boði, snittur og einhverja gleðivökva til svona 7. Ef þið treystið ykkur ekki til að keyra heim, þá megið geyma bílana hérna niður í kjallara til svona 9:30 í fyrramáli. Þannig að það verður engin rukka fyrir það. Bara takk fyrir daginn, ég vona að þið hafið notið hans og bara góða skemmtun.